Fannar, Guðjón, fyrir leikmenn íslenska landsliðsins til bara 10 leiki eða 100 eða eitthvað, hvað þið spiluðu, ég er ekki alveg með það. Hvernig að vera komin á svona... Vel á annað 100. Vel á annað 100, já. Hvernig að vera komin á svona mót eins og þetta með landsliðinu núna 2025? Geggjað. Bara flottur staður fyrir okkar körfubolta að vera á. Og þó þetta ekki hafi verið alveg eins og við vildum, þá er þetta bara stemming og flott umgjörð og bara gaman að sjá hvað fólk stíður við liðið, sko. Ég held að ég sé þetta fyrir mjög gauja, líka með það, bara hvað maður stoltastur af á sínu tíma, þegar var verið að spila þetta, þá var aldrei sénsir að komast líka. Það er svo að vera komin og það er líka testament fyrir liðið. Hvað þeir eru óbóðslega öflugir og flottir og við eigum smá í grunni að koma að, en það finnst mér allavega svona sterkast gagnvart hjartanu og að horfa á Martin sem bara var hérna og Elvar og alltaf þess inn að sig að pjakka. Ég meina þetta ekki illa, skjóta þetta hliðarkurur og þeir eru náttúrulega bara að náða allt fyrir að frjalla í þessu, en það sem er 404.000 manns sem búa í Íslandi, munum það líka, sko. Og hvað margir að spila körfubolta og við erum hérna þriðja mótinu, er það að grínast. En segir þetta að þessu móti framistæðan verið frábær hjá liðinu á löngum köflum, en segir þetta það vantar aðeins upp á. Hvað haldið þið að komi Íslandi yfir hjalla? Það er bara á lokum, skilur, hvernig náum við fyrsta sigur? Þetta er svo fyndið við vorum að ræða þetta og ég veit ekki, ég veit alls ekki hann kemur, ég er að vísu svolítið smeykur að við séum ekki að ná honum á þessu móti núna, af því að þessi tvö sem eftir eru, en þetta kemur, við þurfum bara, smá meiri breidd á ákveðnum hlutum, skynsemi, það er ákveðin heppni, þetta þarf allt að vera saman, skipulagið gott, vera algjörlega með fókus á síðustu 3-5 mínútunum, leið og við náum þessu, þá kemur sigurinn, sko. En ég ætla að vona ég hafi rangt verið mér. Ég verð til ég myndi vinna í dag. Það er stundum bara bóttir, þú býr til þína eigin framtíð og þér eigin sigur, en svo er það stundum körfuboltinn svo skrítinn að það er annarkvæmt bara að skrúfast upp úr eða onni og það er stundum svo erfitt að spila leikinn, sérstaklega svo pólverleikinn sem var að heldur sér inn í leiknum og svo var verið að taka það. Það er tekið af við alltaf, þeir gáðu sér rábara séns, strákarnir. Þetta er bara alltaf, þetta er ein karfa sem hreyfir þetta til eða frá og það er svo fyndið með þennan leik, svo skemmtilegt við hann að hvaða getur breytt miklu. Liðið í Ísrael, tapar með 11 geggjallið, þeir eru öllum leikjum. Hugsið ykkur það líka alltaf, gleymið því ekki, ég er ekkert að reyna bara út í Íslandi svo lítið að við höfum bara feina frá að vera með. Það er ekki þannig, ég er ekki að tala þannig. Að auðvitað Belgíuleikurinn áttu við að vinna, það var bara aðeins geimannins myndi þurfti að vera aðeins öðruvísi. En gleymið því ekki heldur að það er verið að vera að stúta miklu stærri þjóðum hérna. Við erum alltaf í fucking leik, sko. Það skiptir máli. Það er málið. Þetta eru bara smáatriði. Þetta er ekki nefnilega, þetta eru smáatriði sem að raðast inn á bara krítiskum momentum ef við náum að komast í gegnum þau, vera með hausinn í lagi. Eins og pólverleikurinn, bara að vera að stoppa rönninn í eitthvað varblæðri. Hvaða kjafta er í gangi? Við erum komin á stað, það er búið að hakkast af allan leikinn og liðið er búin að gera nákvæmlega sem það átti að gera, að halda leiknum fröðum. Þeir eru orðnir þreyttir. Nei, heyrðu, það er alltaf bara komið varblæð. Hvaða rugl er það að fótboltinn sé að æla sig yfir á körfubolta með þetta og einhver Tyrki og fyrirgeði norskur dómari sé hérna að vera einhverju bíkildu. Ég ætla ekki að tala um dómgjast. Þetta var sárt. En menn gefa sér séns. En upp og áfram, ég meina það er 77, Luka Doncic og Slóvenía í dag. Mið er möguleiki hjá þessu liði? Við vorum einmitt að ræða þetta áðan, sko. Samt er Luka og slóvenska liði, þeir verða eiginlega að vinna til þess að vera öruggir áfram, sko. Þannig að ég er nokkuð smeykur að þeir koma ekkert afslapphægt og þeir ætla að sýna hverjir eru betri og vera góðir, sko. Þannig að, en það getur alltaf bara kveikt í okkur. Ég ætla að vona og Doncic á þetta eiga sinn leik, sko. Þá tökum við bara hina og eins og segi, þessi smáatriði höldum þeim réttu megin. Það getur alveg átt séns, sko. Við sístum að klára því lokinn. Þeir eru bara settu þreytandi og pirrandi því að það er ekki þessi fótboltasmörgn sem er að spila í NBA í dag
hann að finna fyrir aðeins fyrir því núna og hann er hins að stýri vellinu, auðvitað, hann er bara stærsta stjarnan. En liðið þeirra matchar alveg vel á móti okkur, á öðrum. Það er hann sem þetta, en hann er súperstjarnan í því, sko. Enda kallt, sko. Loka tölum, strákar. Við höfum verið í svona lágu skori. Höfum það bara spennandi, 80-78 fyrir Ísland. Ég ætla að segja 72-70 fyrir Íslandi. Kæra þakkir og áfram Ísland. Áfram Ísland.